hér, nei, þetta Sebastian Ingrosso og lagið heitir Reload, afsakið þetta. Klukkan orðin 4 á þessum mánudegi, kominn september og, hingað mættur maður sem hefur ekki verið lengi í stúdíónu, hann heitir Björn Bragi, verður velkominn. Takk fyrir, halló. Langt sinni, bara sé þig. Já, og sömur, nei, þú var nú sást mér nú bara fyrir nokkur dögum. Ég sá þig nú, en langt sinni verið með hérna í stúdíónu, 5 vikur eða eitthvað. Já, svona 3 ár eða ekki, eða 4. Hefur verið eitthvað eftir sumarfrí? Nei. Jú, eitthvað aðeins. Eða? Já, ég manna ekki. Æ, ok, allavega gaman að vera búin að fá þig aftur. Já, gaman að vera komin aftur. Varstu velkominn hingað. Hvernig ertu þennan mánudaginn? Mér líður eins og ég sé komin heim. Já, ég fíla það. Þú ert komin heim. Hér á ég heima í stúdíó FM 957. Já, þar til út deyrið. Já. Hvað ertu búin að vera að brasa? Herri, ég var uppfæðlega erlendis í smá sömurfrí. Fórstu Barcelona eða ekki? Jú, og New York. Það ekki kósí? Rosa kósí. Yndislegt. Tvær borgir sem að, það er nú erfitt að toppa þessar tvær, New York og Barcelona. Mér finnst eiginlega Barcelona bara skemmtilegasta borg sem ég komið til. Hún er alveg geggjuð, sko. Ég var að koma þangað í fyrsta skipti núna. Já, ok, það eru margir samt sem hafa farið til Barcelona og hafa orðið fyrir vonbrigðum. Þú ert búin að taka hún 2-3 svar, þá er hún stórkostleg, sko, en þú fílar hana frá bara fyrsta degi. Já, þetta var ást við fyrstu sín. Gaman. Og ég er bara mjög spenntur að koma aftur og explora hana meira. Já, þetta er rosa borg, maður. Varstu heppið með veður? Já, mjög heppið, það var eiginlega bara of heitt ef eitthvað, sko. Já, líka í New York, eða? Nei, það reyndar var bara skýjað. Já, ok. En það var líka bara fínt að því að ég var ekkert eitthvað að fara úr á ofan sko út á götu, þú veist, í eitthvað sólbað. Nei. Þannig að það var alveg fínt að það væri ekki alveg steikjandi hiti, sko, þú veist. Það var svona, maður leið alltaf eiginlega best bara að koma inn í búð þar sem var svona einhver loftræsting, svona aircondition. New York er líka svo flott, maður. Já, einmitt. En maður er svolítið þreyttur, þú veist, eftir heilan dag, þú veist. Það er samt alveg ótrúlega eins og þú ferð á Times Square, bara orkan sem þú bara fyllist af orku þar. En svo reyndar þú komin upp á hótel, þá ertu hún svona litið dasaður. Já, maður fyllist á orku en leið verið að sógur mann orku. Já, reyndar. Og hvað, varst það vestlað á svona bara? Njá, ekkert alvarlega, sko. Bara svona eitthvað aðeins, en svo var ég bara í slökun í Barcelona, sko. Vel gert. En komin aftur heim í blíðuna. Komin heim í þetta. Æðislegt veður hérna úti núna. Þetta er bara rugl, sko. Hvað var ég að lesa? Þetta var í versta sumar bara síðan 1926 eða eitthvað. Versta sumar sem við hefum fengið. Ég kom frá Barcelona og það var svona kvöldflug, sko, þannig ég lendi ekki fyrir eitthvað 3 nóttina, sko. Og það var bara óveður. Og þú veist, það var 20. ágúst og það var bara, þetta var mikið rok og rigning og maður bara svona ískuldi, sko. Ég var bara góður í skyrtunni bara, þú veist, eins og. Já, nýkominn frá Barcelona maður. Já, ég sáttur, sko. Þá var ég bara, þú veist, ætlaði að ringja okkur á björgunarsveit eða eitthvað. Þetta er ekki hægt, sko. Og svo núna skýt allavega hér í borginni, ég veit að það er sól og Ísafirði, það var einhver að láta mig heyra það á Facebook þegar ég var að tilkynna það er kósí mánudagur hjá okkur Bjössa í dag. Já. Fyrsti mánudagurinn í mánuðinum og kominn september, óskar ykkur til hamingju með það, þeir sem að fílið september. Já. Og við ætlum að vera með svona kósí mánudag, það er líka veðrið í það allavega hér í borginni, svona búið að vera rok og rigning svona inn á milli og. En september er svolítið góða mánuður, sko. Er það? Já, ég er með smá kenningu september, eða ekki kenningu, ég er með svona mitt viðhorf til september. Komdu með það, ég þarf eitthvað uppliftingu hérna. Það kom með það, sko. Þú veist, í sko júní og júlí sérstaklega og eiginlega líka ágúst, þá ertu svo, það er svona svolítið svo gamláskvöld, þú ert svo stressaður yfir að gera eitthvað skemmtilegt. Já, þið finnst þú að vera að missa. Já, þú ert eitthvað, ég var að hanga hérna inni, ég verði að vera úti að gera eitthvað, ég verði að vera að stökkva einhvern foss í Hvalfirði og eitthvað svona vesen, sko. Það taka mynda og setja á Instagram. Akkurat, þú ert alveg bara einhverju bara svona paniki, sko. Sérstaklega eftir að það kom, Instagram og það allt, það er ömulegt að vera heima og horfa okkur þætti í sólinni og svo eru bara allir að éta melónur út í garði og hoppa yfir ykkur að fossa. Já, nákvæmlega. Það er ekki hægt, sko, en í september eru engar væntingar, sko. Og líka það er ákveðið svona nýtt upphaf í september, þú veist. Við kveðjum sumarið og það er að koma vetur og við erum svona að undirbúa okkur fyrir, þú veist, veturinn. Já, líka sko, náttúrulega það er komið haust eða, það sést bara úti. Já. Og þetta er endar, ok, þú ert að hugga með svona, þetta er góða punktur í þér. Og líka eitt, sko. Maður getur ekki orðið fyrir vonbrigðum. Nei, það getur ekki orðið fyrir vonbrigðum og svo er eitt líka, þú ættir eiginlega núna að mega éta svona á því svolítið forða fyrir veturinn. Já, bara sem svo bitninir. Já, borða bara eins og þú getur í 4 vikur. Ég til það. Þyngist svona 10 kíló. Já, við skulum gera það öll sömul. Við erum með frábæra þáttandekur, kæru hlustendur. Eins og ég sagði þá er kósí mánudagur. Þannig ef að þið eru með eitthvað góð lög, endilega farið inn á FM 95 Facebookið okkar eða inn á Twitterinn hjá mér og sendið hvaða lög þið viljið heyra. Á kósí mánudagum þá spilum við svona róleg en flott lög sem er einu sinni í mánuði. Við erum líka með sturlaða staðreyndir. Við ætlum að fara í netmisnótkunna hér á eftir. Það er flottulega keppnin hjá okkur. Erum við ekki með augljósa staðreyndir?
Ertu komin í þann pakka? Hættu þessu. Nei, við erum með sturglaða staðarindir. Augljósa staðarindir eru á 50. Ok. Ég fyrir að vera brjálaður út í þessar augljósa staðarindir. Og já, svo bara fastir liðir á mánudagum. En við ætlum að byrja þennan kósí mánudag á lagi sem að ég veit að Björn Bragi fílar í tæklu. Hvaða lag heldur þú búin að finna fyrir sem að... Er það Society? Nei, ég veit að það er miklu uppáldið þér. Society góð ágiskun. Er það Video Games? Nei. Hanna og Mikki Ekko hér á kósí mánudegi hjá okkur Bjössa í FM 95 blöð. Lukkupotta þannig að syngja þetta lag með henni. Já, samt hann ekki samt eða? Samt hann lagi? Æ, ég veit ekki alveg. Ég vissi ekki hver hann var en ég vissi hver hún var. Ég glemdi hérna í byrjun þáttar eitthvað sem er mjög erfitt fyrir mig en verðist að bara verða viðurkenna. Ég hefur óska Liverpool-mönnum til hamingju með sigurinn helgina og Arsenal-mönnum. Var verið að skamma þig fyrir að minnast ekki á það? Já, hvort ég ætlaði ekki að óska enn til hamingju. Jú, til hamingju Liverpool aðdáendur. Það var ekki góða dagur fyrir okkar menn? Nei, við eigum það... Tottenham og Manchester United. Já, þú ert náttúrulega grjótarið Tottenham-ar. Þeir töpuðu útivelli fyrir Arsenal 1-0 og Manchester United tapaði fyrir Liverpool 1-0. Ég hugsaði samt eftir þess að leiki. Ég horfði á báða leikina. Ég hugsaði sko það er svo miklu þægilegra samt að meðtaka það að tapa leik þegar liðið búið að undir allan tíman. Fattar þau? Þá synkar það svona hægt og rólega inn. Já, þú ert orðinn svo reiður og vonlaus í lokin. Já, og sko, þú veist, frekar en ef að til dæmis það er jaft og þeir eru búin að vaða í færum og svo skora þeir eitthvað 87. Já, það er ógeðslegt. Það er svo ógeðslegt, sko. En ég var bara, ég var svo pirraður að horfa á hana leikmaður. Ég var alveg... Já, ég sko, hvað er að gerast með United? Þeir hafa sjaldan litið svona illa út. Nei, búin með 3 leiki, þannig að við skulum ekki tapa okkur. Ég er aðeins að opna þessu umræðu bara aðeins. En ég er ekki að nutta þér upp úr í samt. Nei, takk fyrir það. Ég er búin að óska núna pólverjum til hamingju og ekki bara fara í slúður. Það eru pólverjum. Allir pólverjar sem hlusta til hamingju með gærdaginn. Þjóðtíðardagur búin að allir pólverum Liverpool aðdáendur. Það er nú nóg til að þeim hérna á Íslandi. En ég nenni ekki að ræða hennar leik aftur, það er bara... Ég vil líka óska öllum pólverjum til hamingju með frábæra frammistu Sessni í markinu hjá Arsenal. Já, þeir endar Arsenal, sko, ef þeir eru að fara að fá Özil og fleiri, þeir eru bara... Já, hvað er þetta maður? Hættulegmar. Já, hættum að ræða fótbolta eftir þessa helgi, þetta var ekki gott fyrir okkar menn. Ég ætla að fara í slúðrið og ég ætla að byrja á Justin Bieber. Hann er mikið á tjamminu þessa dagana, 19 ára og... er svona að skemmta sér, en það virðist alltaf verið eitthvað vesen á greiði stráknum þegar hann fer út á lífið og núna síðast í Kanada þá réðst, þá sem sagt var hann búinn að fara úr VIP svona básnum sínum, bara dansskólu að dansa með einhverju liði, þá réðst einhver drengur á hann sem að, þolir hann ekki. Og dyraverðirnir I hate Bieber. Já, og einhverju lífverðir komu og réðust á hann og hendur hann út og Justin Bieber sparkaði við stíðan en hann lá þarna liggjandi og Justin Bieber týndi 25.000 punta arbandi sínu en hún er með drulli sama, sagði hann. 25.000 pund, hvað er þetta? Eitthvað 5 milljónir eða eitthvað ekki? 1000 pundur eitthvað, 200 skall? 1000 pund, jú, svona tæplega. Þannig að, hann var með 25.000 punta arband. Og ég fletti þessu upp í myntbreytinu á arjónbanki.is. Já, tjekkum hvað þetta arband er. Þú ert ekki svona með eitthvað bling? Ég er mikið að vinna með armband. Nei, ekki heldur. Ég er með þess að aldrei, ég er ekki eins og með úr. Ég væri til að labba, ég ætla að fara að venja með að vera með úr. Þetta er 4,6 milljónir. Já, ég sagði 5, ég var ekki langt frá það. Hérna, ég er aldrei með úr. Svo sett ég á mig úr daginn. Og ég var búin að vera með það í svona 3 daga þegar ég fattaði að það var bara stopp. Ég leit bara aldrei á það, sko. En var þetta ekki líka bara tiny little thing called fashion í það? Jú, þetta var það nefnilega. En hvað segir það um mig? Ég veit það ekki. Þú veist, ef ég er með eitthvað úr og ég er ekki eins og að kíkja á það. Það er ekki aðsnæðilegt. En eins og hálsmenn eða eitthvað annað, ertu... Aldrei með hálsmenn. Nei, þú ert í sama pakk og ég, þú ert ekkert að blingað upp. Nei, það er að því að við, sko... Við erum búin að einfalda lífa okkar eins og Sölvi Tryggvason. Þurfum ekkert svona glingur. Nei, en ertu með húðflúr? Nei. Ekki heldur, ok. Akkur ekki? Ætlaðir aldrei að fá þér húðflúr? Ég? Nei, ég er ekki... En ætlaðir aldrei ekki það? Nei, það var aldrei pælingin hjá mér. Ég ætlaði alltaf að fá mér þarna Coca-Cola ísbyrnina. Já, það var þá svona bakið maður. Já, það er svona stór... Mástu ísbyrnafjölskyldan, þeir ætlaði að drekka kók svona fyrir jólin. Það var þetta mjög flott tattoo. Ég var að spá í því, sko, á bakið. Já, okkur þetta hættuðu það? Ég er ekki hættuðu það. Justin Bieber er með nóg að tattoo. Svo er það One Direction. Þeir eru að gera allt vitlaust með þessari bíómynd sinni. Ekkert nýjustu, en það er aldrei gert mynd áður, en... Harry Styles og félagar. Já, Harry Styles og félagar, og þeir voru bara í tæpum $20 milljónum á frumsýningahelgina bara í Bandaríkjunum, og það voru úlingar sem voru búin að sofa fyrir utan bíóin í 5 daga.
til að vera með þeim fyrstu á myndina. Ég veit það ekki, ég skil þetta ekki. Það sko, veist, hversu rosalega hlakkaði til að sjá eina bíómynd. Þetta eins og með svona Star Wars lúða og svona. Þegar þú ert fann að tjalda fyrir utan bíói. Það geggjað, sko. Veist, myndin alveg af góð þó þú sjáur hana 20 dögum seinna. Myndirðu tjalda einhvers staðar fyrir eitthvað? Já, ég hefði tjaldað ef Manchester United var að keppa úrslitaleikin í meistaradeildinu og ég yrði að tryggja mig með þannig. Hvað myndirðu sofa lengi fyrir utan leikvangin? Aldrei meir en 2 daga. Hvað þið unnuð þannig í Moskvu ekki? Já, 2008 og í Barcelona 99. Já, hvað hefur tjaldað lengi fyrir utan leikvangin í Moskvu? Bara, þú veist, vitandi að þér var að fara að vinna að vinna, að ég myndi vita það, ég myndi vinna í vítaspyrnukeppni og það allt, þá hefði ég tekið viku í þetta. Þú myndi bara sofa í tjaldi út á götu í Moskvu í viku? Bara með vodkaflösku og það var kósí. Taka einhver góð spil með og svona. Já. Mætti ekki hafa einhvern með mér eða? Nei. Ok, en ég er bara einn. Ok, og maður hvern myndur taka með þér? Örugglega Huga. Hugi varum flottir hérna bara að spila, við erum þetta svona Yatzy-ríkur hjá okkur alltaf þegar við erum í flugvöldum. Ég elska Yatzy. Gaman Yatzy maður. En þetta var slúðurpakki dagsins, það var kannski ekki þéttur, slúðrið að... En við gerðum það þéttari. Já, við vorum líka að ræða hérna Manchester United og Arsenal, og Tottenham því miður, en hér eftir örskamma stund það sturlaðar staðreyndir og annað, en áður höldum áfram með kósí tónlist ætlum við í auglýsingar. FM 957 kynnir skólaleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu myndaðir þar sem þú lætur fara vel þig í nýju flottu hægindastólunum í Kringlunni og postaðu á Facebook síðu Kringlunar. Mundu að merkja þig og myndina en heppnir aðilar verða dregnir út og fá vegleg gjafabréf frá flottum verslunum. FM 957 og Kringla. Nú skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Kringlan af öllu hjarta. Meistaradeildin hefst á Stöð 2 Sport í september. Messi að skora, sýningin heldur áfram. Messi, Neymar, Ronaldo, Van Persie og okkar maður Kolbeinn Sigþórsson leika listir sínar í sterkustu deild í heimi. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. Stór handlóð. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Subway hjálpar þér að hugsa heilsuna. Á subway.is sérðu næringargildi allra bátana. Subway, eins og þú vilt hafa hann. Upplifðu dansgleðina að hætti svo You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði. Danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Koma frá Mosfellsbæ, þessi strákar Kaleo hér, vor í Vaglaskógi, kósí og gott. Hér í FM 95 Blö. En, Bjössi, við ætlum að ræða ungan mann núna sem að hefur, vakið athygli síðasta sólarhringinn og þetta byrjaði allt á Facebook. Já. En hann á appísinu gulum Range Rover, sýnist mér, og kann ekki að leggja. Já. Það virðist bara að leggja metnað sinn í það að leggja svo fíbl. Já. En hann búinn að svara fyrir þetta. Já, það nú, ég sá í gær allavega á einhverju Facebooki, einhverja 4 myndir sem hann búinn að leggja ólöglega og náttúrulega langversta myndin þar sem hann tekur 2, það eru 2 fötlustæði undir bílnum og gangstétt. Já. Svona gangbraut segi ég. Einmitt. Og hann búinn að svara fyrir þetta núna. Þetta orðið bara fjölmiðlamatur. Já. Og hann segir, mér bara drullu sama hvað fólki finnst. Og svo kemur ég er ekkert stoltur að mér bara drullu sama hvað fólki finnst, skrifar eigandi Reynsar og Jeppa sem gagnrýndur og hann laði í 2 stæði ætluð fötluðum við Dalveg í Kópavogi á dögunum og
Svo hérna, hann er sem sagt eigandi jeppans, virkur notandi á spjallborðinu Live to Cruise. Já. Það eru sem sagt svona menn sem eru með bíladellu, með svona ákvæða með kraftmikla bíla, eða ekki? Jú, og svona flotta bíla. Já, ég var mikið inn á þessari síðu þegar ég átti Hyundai Coupin, en ekki verið búið síðan. Nei, hvað Hyundai, því það bara mér að henda út. En hérna, sko, hérna segir hann, ég skrapp inn í 2 mínútur og konan út í bíl á meðan. Hún hefði fært bílinn ef einhver fatlaði myndi koma, skrifar ökumaðurinn. En ástæða þess að hann lagði í stæði fatlaða var augljóslega til að hafa nægt rými fyrir jeppan fína. Langaði ekki vera hurðar í þröngum stæðum þarna. Ég er búin að eyða nógu mikið peningi að laga hurðadeldir og það kostar mig minna að borga 5.000 krónur í sekt heldur en 10-20.000 í viðgerðarsins og leggja löglega. Tek alltaf 2 stæði ef ég legg. Svo þetta er klárlega ekki alvarlegasta umferðarbróti sem ég hef gert. Já, svo er þetta klárlega ekki alvarlegasta umferðarbróti. Þannig að hann er semst, hann gerir eitthvað miklu meira en að bara leggja illa. Já, svo líka sko, ég veit ekki hvort það sé bara ég, en þegar þú sérð mann leggja í 2 stæði, það væri einhvern veginn allt öðru í þessi ef þetta væri Nissan Sunny 93 árgerð. En þegar þú ert á appi svona gulum Range Rover, þá verður þetta bara einhvern veginn bara strax bara verra einhvern veginn. Svo er hann að tala hérna, hann vilji sko ekki vera hurðaður, þú veist, í venjulegu stæði. Hann leggur alltaf í 2 stæði. En sko, allir sem labba fram með þessum bíl, hugsa örgulega, djúvill langar mig bara að likla þetta fíbl. Ef ég legg við hliðin á gaur, þá passa ég alveg, ég ætla að passa að rekast ekki í hann sko. Ég vil labba fram með þessum. Það er bara allt í hennu að setja lykilinn óvart út. Klárt. Já, en það er sko, ef ég væri hann alltaf núna, þá myndi ég fara að sprauta eitthvað nýjan lit á bílinn, held ég. Og skiptum hérna númer. Ef ég væri hann, þá myndi ég byrja á að gá hvenar og hver skeiti í hausinn á mér einhvern tímann og af hverju ég er svona mikið fíbl. Já, þetta er, allavega, þegar kemur að því að leggja, þá er eitthvað að hjá honum. Já. Og þetta er bara, þetta er svo lélegt, við erum alveg samanlega. Þegar fólk leggur yfir 2 fatlarastæði og gangbraut, þetta er svo mikil óvirðing, þetta er bara fáránlegt. Það er ekkert annað að segja um þetta. En hún er með drullu saman hvað fólki finnst. Já. Þannig að þá er hún mæntilega saman hvað okkur finnst. Já, hún lítið að stressa á því. Já, ég meina, og það er bara flott. Hey, þú ert að reynsa. Þú ert á appi sem glur reynslu og hver er mikið drullu saman hvað öðrum finnst. Þú ert að gera eitthvað rétt. Þú gert lag sem heitir Runaway, sem dæmi Bon Jovi. Ooh, she's a little runaway. Runaway train never come back. Og svo Brynjar Már, a.k.a. Brian Ecclepen, hann átti líka lag sem heitir Runaway. Það er að frétta af Ecclepen. Ecclepen, hann er ferskur bara. Ecclepen? Já, hann er vel hamingjusamur bara hérna út í Florida. En talandi Kanye West, þá hélt hann tónleika daginn, hann hélt ekki beint tónleika, en hann fekk 360 milljónir króna fyrir að tróða upp í afmæli. Og það var sem sagt, hann fór til Kazakstan og það var fórseti landsins sem að fekk hann til Kazakstan og í afmæli á barni sínu. Já. Og borgaði fyrir það 360 milljónir og sem verður nú ekki frá sig fæmdinn að enginn í afmælinu var að horfa á Kanye performa. Hann tók einhver lög og það var enginn einhvern veginn að peppa hann eða það var eiginlega bara öllum sama. Þetta er svolítið, ég held að hún sé nokkuð degruð, þessi stúlka sem fekk hann. Já, var þetta stelpa? Já. Hvað var hann gömul? Það stendur ekki eins og sko. En hann hefur fengið 50 Cent og Elton John og fleiri til að koma í afmæli hjá sig. Já. En hérna, ég ætla að spyrja ef að afið þinn væri fórseti Kazakstan eða bara, þú veist, fórseti Íslands eða eitthvað, ætti bara nóga pening og hann myndi koma til hérna og segja, jæja Björn Bragi, nú ert þú bara að vera 30. Já. Hvernig viltu fá í afmælið til að spila? Eins og hún fekk Kanye fyrir 360 milljónir. Hvernig myndið þú vilja sjá sviði á þér bara í hörpunni eða eitthvað á afmælinu? Sko ég held ég gæti ekki skemmt mér samt í, sko, með að vera að eyða svona mjög pening í einhvern svona listamann, sko. Nei. En þú veist... En ef hann kemur frýtt það bara? Svona erlendan? Já. Tjóðilega það er rosalegt að vera með 30 saman í hörpunni bara... Hvern myndur? Ég myndi segja, afi, nennur að hringja Justin Timberlake. Ná að fá hann. Ég var alveg til í það, sko. Það reyndi að væri húmor að vera með Bon Jovi líka. Ég hef alltaf verið gríðalegu Bon Jovi aðdáandi. Já. En það væri svolítið svalt að fá Justin aðna, sko. Já, ég sko hérna... Jay-Z. Áðurinn svaraður, hérna, þú veist, myndur þú samt ekki vilja hafa svona afmæli frekar svona
fámennt og góðmennt, skilur. Nei, ég ætla ógeðslega marga og... Viltu hafa bara svona gett ópersónlegt, bara eins og þetta sé bara, þú veist, einhver hérna háskóladagurinn eða eitthvað, það eru bara 2000 manns. Nei, alls ekki, ég myndi, spáðu hvað verið gaman og væri með kannski 40-50 manns. Eins og ég bara, ég var með í 30 kránunum mínu, þá held ég að veri 50 manns eða eitthvað. Já. Og vera samt með Justin, það er ógeðslega töff maður. Þú þarft ekki að vera með 2500 manns í afmælinu, sko, þó til þess að sé gaman að fá Justin, sko. Það er rétt hjá þér. En mætti ég fá, þú veist, einhvern veginn svo kannski Will Ferrell? Já, bara til að vera með stand-up. Já. Þú veist, eða svona, eitthvað, já. Þú vilt það frekar heldur en tónlistaratri? Eða, þú veist, sko, ef þetta verið partí, til dæmis Lonely Island, hverjana? Já, þeir eru enda mjög skemmtilegir. Þú veist, svona ætla ég alveg líka til í, þú veist, einhvern bara... Þannig að þú myndi velja Will Ferrell eða Lonely Island? Nei, ég myndi velja Red Hot Chili Peppers, sko. Já, það væri þetta rosalegt. Það er alveg sama hvað ég ætti að vera að fara að gera þannig dag. Þó að sýsti mig að vera að fara að gifta sig og þú myndir ringja, herra, allar ekki komið til rítagsafmælið mitt. Já, Maja og þau eru að gifta sig. Já, en ég er með Red Hot Chili Peppers. Jó, ég kem. Ég finn eitthvað út úr þessu. En þá, þegar þú heyrir eitthvað, þegar allir eru í kringu þig bara eitthvað, við erum að fara að í veisluna til Bjössa í hörpunum að þér. Þú bara, nú, hvað er ammæli? Já, Red Hot Chili Peppers að spila. Og þú bara eitthvað, djöfull að ég hafi ekki búið hann í ammæli mitt. En hvað, okkur er mér ekki búið? Þetta er bara nánustu. Ok, ég myndi bara mæta samt. Ég myndi alltaf að labba það inn svona með frá veggjum bara, give it away, give it away, give it away. Það var í leið, Bjössi, þetta er hann ekki með dægir, maður. Já, er bara eitthvað bouncer og er bara fyrirgjörð, þú einn af þeim nánustu. Já, hann er með mér í þættinum. Ég myndi alltaf komast inn, ég myndi tróða með okkur. En já, Red Hot Chili Peppers, það er gott val, verð að gefa þér það. En þú myndi velja JT? Já, Justin og það var líka geggja að fá bara Metallica. Já, eða Megas. Já, eða Megas, eða Frikka Dór. Já, Megas og Friðrik Dór. Já, fá þá saman, það væri rosalegt. Veitir, við fengum hérna Megas og Friðrik Dór til að syngja fyrir afmælisöngin. Já, ég er endur að fara að skemmta með Frikka Dór í Keflavík á föstudaginn, það verður veisla. Og Sverri Bergmann og fleirum. En þú glaðasti hundur í heimi? Nei, ekki glaðasti hundur í heimi, en mjög hamingjusamur. Enga sér. Fáum auglýsingar, svo er það sturlaða staðreyndir. Það eru spennandi tímar framundan á Stöð 2. Íslensk sjónvarpsdagskrá í algjörum sérflokki. 5 íslenskar sjónvarpsstöðvar og netfrelsið fyrir aðeins 265 krónur á dag. Tryggðu notalegar kvöldstundir með Stöð 2. Stöð 2 í liftrandi háskerpu. FM 95 Blö á FM 957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Truth in your lies, I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking. I can see my past, damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors, I even look good in the broken. Hér á Kósi mánudegi í FM 95 Blö. Erum að spila svona Kósi lög. Þetta er alltaf einu sinni í mánuði og oftast fyrsta mánudaginn í hverju mánuði. Já. En það stýttist hér í netmisnótkunna og flottulagakeppnina, en fyrst eru það sturlar staðreyndir. Þetta ekki búin að sakna þeirra? Jú. Já, ég þarf að fá smá pepp með sturlu staðreyndir núna. Já, ég ætlaði að spyrja, fáum við ekki augljósa staðreyndir? Nei, það er ekki augljósa staðreyndir í dag. Það eru bara 50. Nú, ok. Ég get alveg sagt þér einhver augljósa staðreind ef þú vilt. Ertu spenntari fyrir augljósum staðreyndum heldur en sturluðu staðreyndum? Kannski heyra eina? Hæ? Má ég kannski heyra eina? Einhver eina sem hefur þá verið? Bara þú ræðir. Já, ef að var daginn hjá honum að ef að frænkaðin var með tippi og var frændiðinn, augljós staðreynd. Ok, takk fyrir þetta. Og líka bara augljós staðreynd ef þú ferð út í rigningu og blotnari. Það er þetta að leika sem þetta í allan dag. Þetta er bara ekki jafn áhugavert og sturlaðar. Nei. Ég er sant, já, ok, kóttu með sturla. Já, það er reyndar alveg skemmtilegt. Kóttu með sturla. Já, takk. Peppaðar hans upp, þú hefur ekki heyrt það lengi. Kóttu með svo snilt. Takk. Láta hann að rigna yfir mig. Ég er með 10 sturlaðar staðreyndir handa ykkur, hlustendur, og hér kemur fyrsta. Brad Pitt hefur reykt þegar hann var 12 ára. Já. Byrjaði að reykja 12 ára og reykir enn. Kemur óvart. Já. Hver byrjaði að reykja 12 ára? Svolítið ungt, já. Jú. Hvað er maður í 7. bekk eða 7. bekk? Já, þetta er saman tíma og ég er að vanga. Það var hann bara út í smók. Já, nákvæmlega. Ögrið hart. Nei, já, veist, það er kannski hart að því að það er Brad Pitt, en það er ekkert hart við það að vera 12 ára að reykja, sko. Já, þú veist, ég er ekki að segja þessi flott. Það er auðmikilegt. Krakkar, verið áfram í skóla og ekki reykja krakk. Já, það er tilbaka. En ég er að segja að þú veist, það er svona að þú veist, hart, neikvæðan átt. Já, en sko, hann byrjaði að reykja 12 ára, en er eitthvað sorglegra heldur en til dæmis 30 karlmaður byrjaði að reykja. Ég á einn félag sem byrjaði að reykja hann á 26 eða 7 ára. Mér finnst það svolítið skemmtilegt. Það er svo grátlegt eitthvað.
Það var píl í sig, orðin fullorðin og... Ég að spá að byrja að reykja. Er það? Já. Já, þú var reyndar, ég held að myndi fara það vel. Er það ekki? Jú. Ég held að líka. Kemur reyndar ógeðslega lykt að þér og eðilegur í tennetana, nei, góð nött. Allt fyrir kúlið. Og svo kostar þetta. Já. Svo ég með þess að þetta er að taka í vöruna. Ég er á toppnum á tóbaks í dag. Ég hef aldrei notað tóbak. Það er vel gert. Ekki Hjörvar Halviðarsson heldur. Nei. Þið er það samanlega, þeir eru búin á toppnum á tóbaks. Já, og við erum líka á toppnum. Það er rétt þér. Hérna er næsta kvenkynnsljóni, ég er enda að vissi þetta en þetta er samt skemmtilegt starind. Kvenkynnsljónin sjá veiðarnar í 90% tilfella. Sem sagt, karlkynnsljónið, hann er bara heima að chilla, hann er vist latt, já. Og konundar sjá allt, sjá veiðarnar og... Já. Þetta... Já, ánægði með karlkynnsljónið í þessu tilviki. Já, vera bara heima þessar að gera raskat. Já, bara aðeins að slaka á bara. Chilla, hæginn enn að fara að veiðastinn. Já. Flott hjá samt kvenkynnsljóninu, sko. Já. Hún er öflug. Hún er hörð. Já. Svo er það hérna, húðina þér getur orðið appelsínugul ef þú borðar of mikið af gulrótum. Ja, þetta vissi ég. Sturlust þarhind. Hversu mikið verð þeir að éta gulrótum, maður? Það verður svona póka á dag. Miklu meira. Örgulega baðkar á dag, svo bara húðinni er verið appelsínugul. Ég var að prófa þetta. Já, ég var til að, nei, en hvað, festist hún þannig þá? Nei. Það er bara tímabundið, sko. Já, ok. Svo þarftu að afgulróta þig eftir það. Já, þannig að nú er spurningið maður sé fólk sem er appelsínugult niður í bæ, kannski er þetta ekkert vond brunkukrem. Ég heldur endur að þetta sé vond brunkukrem. Kannski er það búið að vera hámísi eftir, svo veist, hvaða húðin er. Og það ertu búin að geta mikið af gulrótum. Já, það er líka spáðið hér nákvæmlega, við erum ykkur partíð bara, hvað ertu, appelsínugulur? Já, ég er búin að geta geðveikt mikið af gulrótum upp á síkastinn þar. Já, ok, nice. Það er svona hérna, tjerofóbía er hræðsla við að hafa gaman. Já. Og er víst algeng. Og þekkir einhvern sem er svoleiðis? Nei, sem betur. Ég var að vona að það kemur eitthvað nafnana. Já, það er ekki gaman að vera kringu fólk sem er hætt við að hafa gaman. Nei, það er rétt. Leiðenda líf, sem betur fyrir ég lausa það. Ég er akkurat dögugt bara. Að horfa á hryllingsmynd brennir jafn miklu og að fara út að skokka í hálftíma. Það er að segja þú ert mjög hræddur. Og ég fór mitt á hryllingsmyndum daginn, The Conjuring, eða hvað sem hún heitir. Já. Hún er viðbjóður. Já, það. Já. Ég var skítræddur. Er hún ógeðsleg? Já, hún bara, einhvern veginn varst ekkert ógeðsleg, bara þú færði í magan og... Hún er óþægileg? Já, hún er bara óþægileg, svo, veist, við verðum að tala um þessi sönn saga. Mér leiði ekkert allt og vel, einn heima eftir þá mynd, ég verði við ekki hana. Ég sopna alveg, en ég mæli með henni, ef þú vilt fara og láta hræða þig. En vildur þú þá hafa einhvern til þess að halda utan að þig? Ég er bara með auka kotta. Það var engin við leiðin á þér? Nei, bara ég einn og einhverju draugar. Já. Einn þarna. En mjög góð mynd og þegar ég var á henni þá hef ég greinlega brent á við að fara út að skokki í hálftíma sem er gott. Já, þið heyrið það sem að viljið missa einhverju auka kíló að þið getið bara hort á sem ekki á hryllingsmyndum. Ég ætla að segja ykkur sem fara á hana bara 5 sinnum í vikunni til að koma sér í form. Ég er búin að vera þvílíkt duglegur. Já, ég er alltaf á Conjuring eða hvað sem neytir. Svo er það hérna já, þessi hérna er mjög góð. Strútar geta orðið ástfangnir af fólki. Já. Og þá er ég að tala um bara, veist, fall in love. Já. Það er mjög flott. Já, en ætli fólk getur orðið ástfangi af strútum? Ég held að. Það er ekki eitthvað sikk við það, sant? Ég er ekki viss. Er ég það með strút? Æ, bara hann var ástfangir af mér og það er bara ekkert búin að ganga á kallinum. Það var gaman að kynna fóreldrarna fyrir strút, en... Þetta er strútur, maðurinn minn. Ég veit ekki eins og ég ætla að fara að gefa eitthvað strút, alltaf hvernig hljóð kemur úr strút. Eitthvað svona? Er það ekki einhvern veginn... Það eru svona lætið. Ég veit það ekki, sko. Ég var bara að giska. Það er allavega getur orðið ástfangnir af fólki, mér finnst það skemmtileg stærrind. Já. Svo er það hérna, raflost í heilan hjálpar manneskju með stærðfræðikunnáttu hennar í 6 mánuði. En þetta er víst hættulegt, en ef þú ert að fara í stærðfræðipróf og þá getur þú látið bara sjokkeraður heilan eða svona raflost. Ég þurfti að fá þetta fyrir samræðuprófin, sko. Já, líka. Ertu lélegur í stærðfræði? Ég var lélegur í stærðfræði, svo kikkaði hún inn þegar ég fór í háskóla. Þá kikkaði hún inn. Í háskóla? Já. Ok, fjellstu á samræðuprófin í stærðfræði? Nei, ég fjall ekki, en ég fekk samt ekkert sérstaklega einhvern, sko. Ég fjall. Í samræðu? Já, þannig ég þurfti raflost. Já. Ég er skelvulegur í stærðfræði, sem ég skriði pappi mjög góður í stærðfræði. Ég hef alltaf verið... Já, it skips a generation. Já, er það málið? Já. Ömulegt. Herru, svo er það hérna. Minningin, já, ég var svolítið til í þessu. Minningin er alltaf betra en augnablíkið. Já, þetta veit ég. Það er svolítið til í því. Já. Þetta nefnilega sagði góðvinur minn mér, einu sinni, minningar eru allar blekking. Nó. Það er, sko, þú bara eftir á svona, þú lagar þær eftir því sem hendar þér, sko. Já, en sko, maður nær ekki alltaf að njóta augnabliksins jafn vel og minningunum. Nei, en það er það ekki það sem kókar alltaf að reyna að segja okkur að gera, njóta augnabliksins.
Coca-Cola? Já, er það ekki þeirra slagvart? Já. Njóttu augnabliksins. Þeir eru kannski að vera að breyta í njóttu minningar. Já, eða bara minningar blekja. Coca-Cola. Það er svolítið til í þessu. Það minningin er alltaf betra en augnablikin. Svo það eru 2 eftir. Ef að manneskja horfir í augun á þér í 5 sekúndur eða meira án þess að blikka, springur hún. Langar henni annarkvort að sofa hjá þér eða drepa þig. Samkvæmt stjórnlega staðröndum. Já, góð vísindi þarna. Hvað ekki aftur þetta? Það var innan síðan ég tók þetta með því að, sérðu, horfðu á mig núna, horfðu á mér og ekki blika. 1, 2, 3, 4, þetta er, veist, þetta. Ég sé að þig langar að drepa mig en mig langar að sofa hjá þér. Já, það er góða. Svo það síðasta, það eru engin andlit á Amish-dúkkum því að við erum öll eins í augum drottins. Samkvæmt þeim. Skemmtilegt. Hvers konar sikkaða stúkkur eru það, maður? Mér langar ekki svo leið stúkku. Dúkkar sem er ekki með andlit, það er bara eitthvað viðbjóðslegt það? Já. Kannski ekkert viðbjóðslegt, en eitthvað steikt það. Jú, er það ekki? Er ekki eitthvað skerið við það? Creepy. Ég er reynda að vera alveg til í að fara og stúdera Amish. Einhver Amish-trú út í Bandaríkjunum og vera þar kannski í viku. Sjá svona hvernig þið liða. Þetta er, hvað er ekkert rafmagn og eitthvað svona? Það er ekki spennandi líf, sko. Nei, þetta ég held að sé ekki fyrir okkur. Þetta voru sturlaðar staðreyndir en það er komið að næsta lagi hér í Cozy mánuði og þetta lag er alltaf mjög vinsælt. Ég er að spurða inn á Facebookinu okkar, FM95 Blöð Facebookinu og inn á Twitter hvaða lag fólk vildi heyra á Cozy mánuði og þetta er eiginlega alltaf vinsælasta lagið þar. Enda á Íslandi daginn dauðs ég eftir að ekki kíkt á það. Sigala flott lag hér sem heitir The Funeral og er gríðarlega vinsælt á Cozy mánudum hér hjá okkur Bjössa, eins og í dag. Já. Margir að biðja þetta lag. En dagurinn í dag er merkilegur fyrir fótbolta áhugamenn. Þetta er síðasti dagurinn sem að liðin geta keypt einhverja leikmenn fyrir janúargluggan. Já, það er rétt. Deadline day, eins og þetta kallast. Já. Og það er alltaf verða vittlust og eins og staðan í dag að þá er Özil á leiðin til Arsenal og öfunda ég Arsenal menn gríðarlega á því. Já. Búið að orða Mata við Liverpool sem að væri enda rosalegt ef hann færið þangað og væri gríðarlega sterkt fyrir Liverpool menn. En Manchester United, þeir eru orðaði við Fellaini og hennan Herrera þarna. Og fucking no one. Já, frá Kóru. Kórenska leikmannin fucking no one. Hann er líka á leiðinni. Hérna vilja þeir klúta að kaupa eitthvað. En ég ætla að spyrja, þú ert náttúrulega Tottenham-maður. Þið eru búin að versla hálfan heiminn. Sérðu ykkur kaupa eitthvað í þessum glugga eða? Nei, ég er nefnilega, það er nýtt upp á teiningnum hjá Tottenhammunum að því að þetta var alltaf verið svona svolítið trilltu dagur hjá Tottenham. Já, þetta er svolítið verið þeirra dagur. En hérna nú er bara búin að gera all sín kaup. En svo náttúrulega það sem, sko, nú eru menni eitthvað svona Tottenham búið að kaupa yfir 100 milljónir Arsenal ekki krónu og samt tapa þér. Það tekur tíma fyrir liðið að slípa sér saman. Já, sem að ég var einmitt að hugsa þegar ég var að horfa leikinn í gær. Hann kom að innan frá Róma-gaurinn og var enda að virka alveg feskur. Svo eru þið með hellinga nýja leikmönnum. Er þetta eitthvað sniðugt að kaupa eitthvað 6 nýju leikmenn eftir að því að sko Tottenham voru fínir á síðasta tímabili? Já, ég veit það. Það er enda Bale náttúrulega þá, sem var valinn bestur í deildinni, voru með besta leikmannin samkvæmt leikmönnum og fréttamönnum, eða blaðamönnum, en ég hefði haldið að bara kaupa kannski eitthvað 3 sterka og værið bara meira en nóg, í stæði fyrir að breyta alltaf öllu liðinu. Já, ég hefði líka sko, þú veist, ok, ég hefði kaupa þessa leikmenn, það er alveg flott, en gefa þeim smá tíma til þess að komast inn í liði, ég menna, okkur spilar hann ekki áfram til dæmis Gylfa. Ég var ljótt að segja, ég hef alltaf stutt Gylfa hjá Tottenham, eða fannst þetta góð ákvörðun í honum að fara í Tottenham, en maður væri alveg til að sjá hann lána hann jafnvel í glugganum í eitthvað lið eins og Aston Villa eða Everton eða eitthvað svona gott lið. Sem hann væri bara fastur í byrjunliðinu. Já, bara að fá að spila meira. Já, ég væri til að sjá hann spila meira hjá Tottenham, en þetta er allavega, það er ekkert nýtt að gera svo sem núna, fyrir ykkur sem eruð ekki á netinu. Áfram Tottenham. Áfram Tottenham, nei, ég get ekki verið sammála. En reyndar, sko, ég hef ekkert á móti Tottenham. Nei. Eins og í gær þegar það var Arsenal Tottenham, ég var eiginlega bara alveg sama hvernig leikunum... Hélst það ekki með Tottenham? Ekki finnst það Gylfi var ekki inn á, ég stiði á þegar hann er að spila. Hélst þú með Manchester United á móti Liverpool? Já, þú varst með pening að því. Af hverju segir ekki bara satt? Þannig að spila fíkilliðin. Það er komið að auglýsingum og svo er það netmisnotkun og flottulega keppnin. FM957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Merktu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu.
Miðvikudag á Stöð 2. Sindri Sindrason heimsækir Kristínu Björnsdóttur sem býr í stórglæsilegu húsi í Garðabænum. Kíktu í heimsókn með Sindra. Heimsókn fyrsti þátturinn miðvikudag klukkan 20:15. Vertu velkomin í IKEA. Í tilefni af útgáfu nýs vörulista bregðum við á leik. Kíktu á leikreglurnar á ikea.is. Komdu svo í verslunina og taktu þátt. Láttu eins og heima hjá þér. IKEA. Djúp nébæja. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Þessi er gríðalega vinsæla og, já, ekki bara á Íslandi, heldur í öllum heiminum. Þetta er hún Beyoncé Knowles með lagið Halo. Ertu Beyoncé aðdáandi? Já, svona, ég virði Beyoncé. Já, það er ekki annað hægt. Ég er ekki mikið samt að setja hann í græði þann heima, sko. Nei, en myndur þú fara tónleika með henni ef þú getur? Já, ég gæti það. Þú veist, ef hún væri að spila í grænt við mig. Hvað myndur þú til dæmis borga fyrir að sjá hann á Íslandi? Hvað myndur þú svo lengi tjaldi? Nei, ekki svo í tjaldi eftir miðum, en hvað myndur þú borga? Ég myndi borga fullt verð fyrir miða, sko. En ég myndi kannski ekki næna ferðast, skilur, til Stockholms eða eitthvað til að sjá hana. Nei, ég skil. Ég er ekki það mikil aðdáandi. Nei. En þú? Ég fíla hann alveg í tellur. En stelpur virðast allar dýrkana. Já, það er bara, helmingurinn af öllum stelpunum sem ég er með á Facebook fóru á tónleikameðin í sumar held ég, sveið með þá. Ef ekki Kaupmannahöfn þá í Stokkólmi. Já. Og þær vildi eiginlega bara allar meina að þetta hefur verið bara besta kvöld lífs þeirra. Já. Það voru bara eins og Steindi Junior hann í lokinu á læginu, Matti þetta er besta kvöld lífs minns. Já. Allar með svona vídeo úr símanum og þannig að... En við erum nú búin að ræða minningar og það er blekja. Já, það er blekja. Já. En það er virðast allar að skemmt sér gríðarlega vel allavega. En segðu mér annað. Já. Hérna, nú erum við búin að alveg frá þessi þáttur byrjað að ræða mikið eitt sjónvarpsþátt. Já. Sem er Breaking Bad. Já. En ég sá að þú ert byrjaður að horfa á hann, eða ekki? Nýju seríuna. Ég er komið allt, nýjastu, lokaseríuna. Lokin á nýjustu seríunni. Já. Ég er hins vegar í fyrsta skipti ekki up to speed, af því ég er svona að gæla við það að eiga einn Breaking Bad dag. Já, sem ég læsi mig neitt og horfa á allt. En þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Nei, ég veit, ekki segja mig neitt, sko. Nýjasta serían. Ekki segja neitt við neitt. Já, ég veit að nýjasta serían er svo allra besta, því að maður veit þetta er að fara enda. Ég veit það. Og handritshöfundarnir eru búin að greinlega skrifa endurinn. Já. Og þetta er rosalegt. Já, ég veit allt um það, sko. En það er atriði þarna í bílskúr. Já, sem er bara með svalari... Hættu þessu. Já. Stoppaðu núna. Þú veist náttúrulega hvernig síðast þátturinn endaði. Já, ég veit alltaf. Hann fann þarna bókina. Það er fólk úti sem er ekki búin að sjá svona langt. Já, ok. En þetta er allavega, þú verður ekki fyrir vonbrigðum, ég lofaði því. Nei, ég veit það, en ég er að segja, sko, er þetta galin ákvörðun? Á ég að horfa á jafnóðum með það? Já, ég reyna að taka alltaf svona 2. Já. Þú veist, ég spara í viku og tek alltaf 2 í einu. Mér finnst erfitt að eiga bara 1 alltaf. Já. En að taka 8 á einu degi, það er bara vitleysa, finnst mér. En þegar þú átti kærustu? Hvað segirðu? Þegar þú átti kærustu, sparaðu þér þá líka í viku og... Já. Þú veist mér, þegar ég átti kærustu, þá var ég að horfa líka á fullt af öðrum þáttum. Ég var að tala um allt annað. Nei, tegið, ég ætla ekki eins og nútið það. Þetta er kjátti. Ég ætla að vera að tala um þætti. Ég var ekki að tala um kynlíf, sko. Nú, hvað varstu að tala um það? Ég er að tjóka. Spara í viku? Ég er að tjóka. Ok. Við ætlum að fara í næsta lag. Ertu tilbúin svo í netmisnotkun? Já, ég er tilbúin hérna. Við erum með góða netmisnotkun í dag, en fáum fyrst lag sem hefur verið spilað ansi oft hjá okkur. Bjössa, ég hef aldrei spilað þetta á þriðjudegi, aldrei á miðvikudegi, aldrei á fimmtudegi og aldrei á föstudegi. Nei, Hit. Society. Já, þetta er líka svo gott lag. Þetta er okkar lag. Já, þetta er okkar lag og svo er það netmisnotkun. FM 95 Blö, kósi mánudagur hjá okkur Bjössa, styttist í flottulega keppnina, en það er eins og komið að dagskrálið núna sem heitir netmisnotkunin og þá skoðum við Facebookið eða Twitterinn hjá einhverjum frægum og þau erum svona aðeins yfir það og það er eiginlega, það er komið að comebacki hjá einu vinn okkar. Já. Í netmisnotkunni. Don't call it a comeback, he's been in it for years. Já, reyndar, en hann, það er eitt status sem að ef með það mörgum, við höfum ekki séð þetta lengi frá honum og við erum að tala um vinn okkar Ólagir. Já. Hann náttúrulega hefur sennilega oftast verið í netmisnotkunni. Og Vala Grand reynda komin sterkarnir, þetta er eitthvað með Suðurnesingar. Eru þau ekki par? Nei, hann er með Ásdísi, mástu. Já. En... Þau eru bæði úr Keflavík. Já, þetta er Reykjanesbær á þetta í dag. Já. Og við ætlum að byrja á Ólagir og
Ef að byrja bara á comebackinu hans, eða? Svona áður fyrir út í einhvað annað. Hvað er með það? Þú voru líka að lesa almennilega. Já, ég skal lesa almennilega. Það er hérna, Óli Geir, við byrjum að taka hann í netmistnotkun fyrir svona rúmi árið síðan og þá var hann alltaf með solid 70 til 100 likes. Lágmark, sko. Við sáum hann oft var í 200. Já. En upp á síðkastið höfum hann verið að detti í svona 20-30 likes. Stundum 12, jafnvel. Já. En hann kom með comeback helgina. Já. 31. ágúst, þá skrifar hann, og hefst nú lesningin, djöfelsins pein að fara með stelpa að versla hér í London. Maður þarf að vera útsofinn, mjög nærður og vel þolinmóður. Svo er ekkert hugsað okkur strákana í þessum búðum. Engin chill, fótbolta áhorf eða PlayStation aðstæða meðan að þær máta hálfa búðina. Ég er kettling sjálfur þar að kemur að þessu en ég á ekki breyki ástísina mína. Sá leðurbuxur að hann, spáði að kaupa þér. Normal is boring. Snild að sjá líka liði hér. Alls konar típur og öllum skít sama. Það nýjast er að vera með fríkaðan kollor í hárinu. Búin að sjá hár í öllum regnbogans litum. Þarf að hætta núna að gera þennan status. Daman er búin að máta. Fyrir með mig í aðra búð þessi elska. London, ég elska þig. Og hann fær 106 likes á þetta. Já. Og þetta er bara fyrstu 100 like status hans Óla Geirs í langan tíma. Já. Þannig að fólk var ánægð með þetta. Já, aðdöfundur Óla Geirs. Já. Þeir kunna að meta þetta. Já, maður svona bara aðeins að kvarta yfir að þurfa að vera rölda á milli búða. Já, kannski margir sem tengja við þetta. Ég var endar, svo kemur engin, hann kemur með engan follow-up status en hvort hann hafi keypt þessar leðurbuxur ekki. Nei. Við fáum örgulega mynd á honum í baðkari í leðurbuxunum. Ég var til í að sá leðurbuxur á hann, spáði að kaupa þér, normal is boring. Ég ætla bara að vinna með þetta, normal is boring. Já, það er enda grjóthart. Já, ég hef aldrei átt leðurbuxur og ég ætla að breyta því núna. Gæti þetta ekki verið á einhverjum svona bólum, normal is boring? Ég er til að markasetja það með honum. Já. En það er hérna, svo er nú fleira, herru, hér er bara sól og 22 hitti, fyrsta skipti sem ég sé sól í marga mánu, London, we love you, mynda honum einhver reybangleru, bara 20 likes. Já. Þetta er fyrir comeback, sko. Já, þetta er pre-comeback. En svo sko, svo hlóð hann í annan. Það var nú bara í gær. Og hann er ekki, ég veit ekki, hann er ekki að fóra svo mikið að lækum. Nei, hvað er með? Það var gamall í breskri konu plantað í sætið hliðin á mér á leiðinni til London. Einhver sætamiskilningu var í vélinni. Kannski var þetta falin myndavél. Það sem gerði þetta flug fyrir mig mjög erfitt var að það stóð 2 cm hár úr nefinu á gömlu. Ég veit ekki hvort hún vissi af þessi ekki. Ég átti svo erfitt með mig, langaði að segja henni frá þessi að togi það. Ásdís bannaði mér samt að togi það. Gamla hefði líklega orðið reið og ef ég hefði sagt henni hefði hún líklega móðgast. Ég var í mjög erfiðri stöðu sem ég komst ekki úr. Var alveg húgt á þessu hári. Fóru mína fínustu. Hvað hefði þú gert? Já, þannig að það stóð eitthvað hár úr nefnuna á konunni. Þetta var bara eyðileggja fyrir honum flugi. En svo byrja fólk, hann fær ekki nema 22 likes á þetta. Ég líka þetta er alvöru vandamál. Þú veist, það er kannski eitthvað fólk að svelta og eitthvað kjaftaði út í heimi. En þannig er hann þarf að sita auðvitað á konu sem er hár út úr nefnu og maður skilur alveg lítið við því. Sko, hann fær 22 likes en fólk fer að kommenta. Já. Og Arni Arnarsson, hann skrifar ráðist á helvítis hárið, 3 upprópunarmerki, hann fær 8 likes. Hann fær næstu jafnmörg like á það og Óli Geir fær fyrir statusin sinn. Já. En svo hérna skrifar Óli Geir ha, séði alveg fyrir mér. Já. Og svo er þetta einn hérna sem að kommentera. Ég slóp, hann heitir Daniel Oliver. Já. Og er tónlistarmaður sem er að meika í Svíþjóð. Já, akkurat. Það ekki, við ætlum líka að skoða hann aðeins. Skoða Facebooki hans. Já. Hann skrifar hérna, ég slópur pöttu af hálsinum að manni í rúllustuði Vestlunarmiðstöðum daginn. Hann var í sjokki, hann var mjög glaður í saganum ég hefði afpattað hann. Svo rífa burt helvítis hárið næst, 3 upprópunarmerki. Já. Þannig að menn eru svona að diskutera hana hvað þeir hefðu gert. Já. En svo ætlum við að fara núna inn á Facebooki hans Daniels. Já, akkurat. Hann er að meika það í Svíþjóð. Já, og til dæmis bara status sem hann sett í dag. Já. Þar er hann í einhverjum leðujakka með hvíta vangi. Já, rosalegt lúk. Og einhver svona svarta málingun undir augunum. Ég veit ekki hvað er að gerast þarna en... Nei. Hérna stendur, ég var að bóka gigga ásatt í Íslands stórfyrirtækis í Stockholm í október þar sem ég mun koma fram á samt Pál Óskari. Mikið var þetta skemmtilegt og gaman að fá að deila sviði með Pall aftur. Fly on the wings of love, segir hann. Já. Og svo fórum að skoða svolítið Facebooki hans. Já. Hann var að keyra á Ferrari í sumari 2012, henti því inn daginn samt. Já. Og fekk það fyrir það 45 likes.
Svo kemur hérna skrítin, hann er með fullt af myndum að sjálfum sér. Ekki neitt, ég ætla ekki að segja neitt. Jú, segðu það. Nei, ekki neitt. En 25. ágúst, þá setur hann inn status og mynd að sjálfum sér. Góðu fréttir eru þær, ég loksins með stór plötuútgáfa fyrirtæki sem hafa áhuga að gera með plötusamningu. Ég ákvað frá upp að falla ekki þá grefið að láta stór fyrirtæki ráðskast með mig, svo ég tók það skýrt fram að ég vildi fá semja mína eigin tónlist að mestuleyti, svo ég verið að skrifa og vinna með frábærum lagahöndum og pródúserum að vinna í þeirri tónlist og því soundi sem ég vil standa fyrir, og það hefur ekki verið auðvelt, en loksins er farið að sjá fyrir endan á þessu og ég vona að falli vel í krami öllum, upprápanmerkja broskall. Svo vona ég að mínir hlustendur og fylgjendur séu þolumór og bíði spenntur eftir nýju uppæði frá mér. Ég hef reyndar verið að viðurkenna að þetta eru auðvitað toppdrengur, en ég hef ekki heyrt mikið af tónlist frá hann. Er hann vinsætlega, veist það? Ég þekki það ekki sjálfur, sko. En hann talar þannig. Já, en svo er þetta eitt sem að mér heldur fyndi, sko. Það er 21. ágúst, þá er hann í Stokkólmi. Já. Og það er mynda, sem sagt, einhverju vinans sennilega og vinkonu. Já. Og hann setur mynd af þeim fyrir framann svona risastóra hvíta limmu í Stokkólmi og bara svona venjulega limma. Já. Svipa, það eru nokkri svona bílar á Íslandi. Akkurat. Og hann skrifar hér, Daniel Oliver, Quote of the day, you have to been through struggles to enjoy success. Já. Og svo að mynda vinafólki hans fyrir framann einhverja hvíta limmu. Já. Sem verður nú ekki frásögu færindur nema fyrsta kommenti sem kemur frá einhverjum Palla Snorra sinni. Hann skrifar OMG eða Oh my god, 7 punktar, flott. Já. Það bara svona aldrei sér limmaður, ég veit það ekki. Hvað er þetta ekki eitthvað sem bara... Já, kvótið sem sagt segir, sko, þú þarft að hafa harkað til þess að geta notið velgengninar. Já. En er semst velgengnin, er hann sem sagt orðin það stóra, hann er ferðastu með limmúsínu í Svíþjóð eða hvernig? Nei, var hann ekki bara að leigja þetta eins og fólk á leiðin á skólaball eða hvað er í gangi? Nú, hann er ekki svolítið skrítið að leiða þessi limmúsí, það er svona gamall. Ha? Er þetta ekki fyrir krakka á leiðin á skólaball eins og segir? Já, ég get nú ekkert verið að rakka það niður. Ég bara spyr, ég er að segja, við hefum hendi í limmi í einhverju flippi, alveg eftir maður var, þú veist, aðeins eftir. Þú hendir meir í rútu samt, af því að þú ert með svo marga vini. Já, einmitt. Þetta var misnótkunnin og við getum þurft að fara að fylgjast aðeins betur með honum Daniel, eða ekki? Jú, ég meina, það er greinlega nóg að vera. Það er líka gaman að fylgjast með fólki sem er að gera það gott í útlandinu. Já, en þú sagði að þú hefur heyrt einhver lög með honum, eða ekki? Sko, ég man eftir einu lagi sem að hét DJ Blow My Speakers. Það er á YouTube. Já, ok, DJ Blow My Speakers. Var það gott lag? Það er nefnilega mjög gott lag. Ok, við ætlum að fara Hvet alla til að tjóka það. Við ætlum að fara í auglýsingar. Við óskum Óla Geir til hamingju með 100 læka status. Og Daniel Oliver til hamingju með limmuna. Já, til hamingju með limmuna. Maður þarf að vera búin að fara í gegnum the struggles to enjoy the success. Það er hárið rétt hjá hann. Fáum hins vegar auglýsingar og svo er það flottilega kennin. FM 957 og Sambíóin bjóða þér í ævintýrabíó The Mortal Instruments City of Bones er kvikmynd í anda Twilight myndana en er að ræða fyrstu myndina í seríu sem byggðir á samnefndri bók frá Cassandra Clare. Hulinn heimur, púkar, vampýrur, skuggaveiðarar og fleira skemmtilegt í kvikmynd sem að kemur hressilega á óvart. FM 957 og Sambíóin bjóða þér að sjá þessa mögnuðu mynd 5. daginn 5. september kl. 20 í Sambíónum Kringlunni. Fylgstu vel með og þú getur neltir í miða. Meistaradeildin hefst á Stöð 2 Sport í september. Messi er að skora, sýningin heldur áfram. Messi, Neymar, Ronaldo, Van Persie og okkar maður, Kolbeinn Sigþórsson, leika listir sínar í sterkustu deild í heimi. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Vantar þið tölvu fyrir heimilið, skólan eða vinnuna? Kíktu við hjá okkur því við erum með úrvalið. Advania. Nýtt í bíó. Jobs. Is this Apple computer? Yes, it's us. Sannsöguleg mynd ævi Steve Jobs, stofnanda Apple, með Ashton Kutcher í aðalhlutverki. We can't afford to pay people. Just a kid. You're just a kid. Jobs. Steve is great, but he's a time bomb. Frumsýnd 7. september land allt í samstarfi við Ekli.is. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Stórt hlaupabretti. Sporthúsið. Heilsurækt fyrir alla.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM 957. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Þetta Bruno Mars með When I Was Your Man hér á Cozy mánudegi FM 95 Blö og það komið að dagskrárliði sem heitir Flottulega keppnin. Hún var alltaf á 50 en er núna á mánudum og þá veljum við Bjössi lag, spilum 90 sekundur úr því og svo hringið þið í 511 og 957 og kjósið það lag sem ykkur finnst betra og fyrsta lagi upp í 5 atkvæði vinnur. En það er alltaf þema í gangi og við erum að spara að vera ekkert að flækja þetta því að við erum með Cozy mánudag að velja bara svona, þú ætti að velja uppáhalds og rólega lagið þitt og ég að velja uppáhalds og rólega lagið mitt. Já. Eitthvað svona halda áfram bara með Cozy tónlist. Já. Við reyndar vorum líka með svona rólega lög síðast, ég og Jón Gunnar, því að þá var þemað lagið sem þú vangaði við. Já. Hvaða lag varst þú að vanga við þegar þú varst í Árbænum? Sko. En það er samt ekki upp, þá var ég með Bryan Adams sko, hérna Everything I Do It For You, men það er samt ekkert uppáhalds og rólega lagið mitt sko. Everything I do it big, black and yellow, black and yellow. Everything I do it for, já. Sko það fer aðeins... Jón Gunnar með Whitesnake, endur hann 100 ára. Það fer aðeins hérna, það fer aðeins eftir aldri sko, hvenar hérna, sko, þú veist. Hvað varst að vanga bara það, þú var 17 ára? Ég er að vanga ennþá í dag sko. Það er bara böll að vanga. Nei, ég meina að því, ok, þú veist, svona 11 ára, þá var það Power of Love með Celine Dion, það var heitasta lagið. Já, það var 11 ára. Já, þá var svona menna, þá var Prodigy spilað í partíinu sko, en svo ef menn fór að vanga þá var það Power of Love. Ok. Sem er hérna, 'Cause I'm your lady. Flott lag. And you are my man. Hvað ára eftir áttu fættur? 84. 84, já. Svo... Þá var ég 15 ára þegar þú varst að vanga þetta, ok? Svo, já, það er svona eiginlega, já, það er eiginlega... Þannig þú hefði valið það? Já, í vangakefni. Já, ég hefði valið það. Okay. Ég hefði samt mjög líklega þurft að vanga ef þú hefði sett það í gang, sko. Já, þú vanga bara alltaf þegar þú að heyra það. Já, þá hefði tekið þig. Ég hef ekki vangað í mörg ára, en ég hef alveg verið til í það. Ég vil vanga við þig, sko. Ég er til. Það er ekkert... Ég held að sé líka gott að vanga við mann sem mikla bakvið það, eins og þú. Mátt leikaði með það. Já, og fyrta í Latsjónum að þér. Þemað í dag er uppáhalds rólega lagið þetta því að við erum í Cozy mánudegi hér og viltu vera á undan eða eftir, Bjössi? Þú mátt velja. Ég vil vera á eftir. Og eftir, þannig að ég byrjaði þetta. Já. Ok. Þetta var eiginlega ekkert gríðilega flókið val fyrir mig. Þetta er held ég uppáhalds rólega lagið mitt með hljómsveit sem var gríðalega uppáhaldið á mér. Þetta hefur nú verið tekið sem lag á leiðinni heim hérna líka? Já, þetta hefur verið spilað sem lag á leiðinni heim, en það er ég aðdáðandi. Því miður get ég bara spilað svona tæpa 2 mínútur, en lagið er 5 mínútur. Geggjað. Lagið mitt, uppáhalds rólega lagið mitt og jafnframt skilaboð til íslensku þjóðarinnar. Já, og mitt framlagi flottulega í dag er Don't Cry með Guns N' Roses. Þetta er svo flott. Svo er það Bjössi, svo hringið þið í 511 og 957. Það reyndar vantar rock í mitt lag, ég heyrði það núna, það er svona rock í þínu lagi sko. Það komið september, það er svona ekta þannig lag. Ég fæ tæpa 2. Þið er að hlusta hér á flottulega keppnina. Þetta er mitt framlag, uppáhalds rólega lagið mitt. Það er enda mörg sem kom til greina. Þetta er fallegt lag sko. Þetta er alveg geggja. Ég neyta því ekki. Ég á 15 sekundur, ég ætla að ná hérna viðlaginu. Já. Ég þurfti að hugsa í gær Grenningi eftir úrslit dagsins í enska boltanum viðbjóður. En ég grét ekki því að það er himinn fyrir ofan mig
en það hefði above you. Það hins vegar komið að Bjössa. Þetta er, já, segjum við það, ég held þetta sé bara upp á svo rólega lagið mitt, sko. Don't Cry. Já. November Rain þetta geggja líka. Já, ég er með jafnframt frábært lag. Ok. Með algjöri drottningu. Nú, ertu verða Celine Dion? Nei, það er ekki Celine Dion, sko. Það er önnur drottning. Ok. Þessi er því miður fallin frá og ég vil spila þetta lag í minningu hennar. Já, er þetta Whitney? Já, þetta er Whitney frá Houston. Og uppáhaldslagið henni er I Will Always Love You. Ok, það er Guns N' Roses á móti Whitney. Bring it. Þetta er sko þungavægtabardagi. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Erfitt að raka þetta lag niður, maður. Já, þetta er bara gullfallegt, sko. Gæsóð í gegn. Já, þetta minnir mig á 7. bekk. Sérðu, núna fyrir hún að dætti. Þetta er framlagans Bjössa hér í flottulegakettinni. Hlusta það núna. Fyrir þá sem að hafa séð Bodyguard er toppmynd, maður. Þetta kallar fram alls konar tilfinningar. Þetta lag var undir í fyrsta sinn sem ég skemmti ofinbellega. Ég held að allar að segja eitthvað allt annað núna. Já, þú ert alltaf þar. En þetta er Whitney Houston og við erum að spila okkar uppáhalds rólegu lög. Það er þemað í flottulegakettinni. Já, með Don't Cry með Guns N' Roses. Herri, eins og hérna sérðu, það eru 75 milljónir búin að horfa á þetta vídeo á YouTube. Á hvaða vídeo? Sem sagt, I Will Always Love You. Já. Og þetta er með 197.000 likes. Já. Og 5.700 dislikes. Hvaða leið þetta PC er að dislike á YouTube? Það er bara eitthvað svartnætti í hjartanu. Það er ekkert endilega bara að tala um þetta. Maður sér oft lög sem er búið að horfa á 120 miljón sinnum. Svo er, hver fer inn á YouTube til að gera dislike? Nei, ég meina, heyrðu, ef þú dislikear I Will Always Love You, þá ertu náttúrulega bara eitthvað veikur. Já, og af hverju líka? Af hverju er bara sleppti að horfa á eða hlusta á lagið? Já. Þú er líka svona pakkmaður. En heyrðu, það er búið að opna fyrir síman 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæðin. Hvort er það Whitney Houston eða Guns N' Roses? Við skulum sjá hvað hlustendur hafa að segja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvort lagi fannst þér betra? Don't Cry, klárlega. Hanna, þekki ég ekki. Don't Cry með Guns N' Roses. Yes. Hvort finnst þér flottra, Don't Cry eða November Rain? Don't Cry. Don't Cry. Ánægði með þið. Takk hjálpa fyrir þetta. Já, það er leið. Ok. Kaldan þess að þetta lagi heiti Don't Cry því það er einmitt það sem ég er að vera að gera núna. Þetta er nú ekki búið. FM. Já, góð kvöldið. Góða kvöldið, það er góðan daginn. Já, góðan daginn. Já. Herðu, þið gerir þetta svolítið erfitt, sko. Já, þetta eru flott lög, ég verð að viðurkenna það. Bjössi kom með gott lag. Ég held að þú myndi bara rúlla yfir hann, sko. Já. En, veistu, ég verði eiginlega að velja Björn, sko. Já, þarna þekki ég. Taka Whitney? Já. Ertu Whitney aðdáandi? Ég bæði, sko. Og Bodyguard aðdáandi kannski líka? Ég var eiginlega búin að velja þig, sko. Áður fyrst að hitt, sko. En hitt á alltaf svona meiri svona stað í hjartanum á manni, sko. Já, hvað er upp alls rólega lagið þitt? Hvað hefði þú sett? Hæ? Hvað hefði þú valið í dag og þú ættir að keppa í flottulegakettinni? Örgulega Bon Jovi. Það er eitthvað komið stertinn. Já, Bed of Roses, það hefur verið rosalegt. Já, Always líka. Já, Always. En takk kærlega fyrir þetta þó svo er ekki valið mitt lag. Takk fyrir að hringja. Já, takk fyrir. En þú færð alveg, sko, svona, þetta var svona 60 á móti 50. Nei, 40, fyrir ekki. Ok, við tekka. En þetta var mjög tækt, sko. Ég skilji. Takk fyrir að hringja. Ok, bye. Ég sætti mig Naumann Sigur. Já, 1-1, spenni í þessu FM. Halló, það er Whitney Houston allan tíman. Já, þessi bara ákveðin. Það er Whitney Houston allan tíman. Ég segi bara I Will Always Love You fyrir þetta atkvæði. Já, akkurat, love you too, sko. En fílar ekki Don't Cry með Guns N' Roses? Nei, bara ekki neitt, sko. Já, ok, herru, þá byrði ég bara að helsa. Já, blessaður. 2-1, Bjössi kom með fórust í þessu, hvað er að gerast? FM? Don't Cry. Sjálfsög, þannig að þekki ég minn mann. Takk kærlega fyrir það, vinnur.
Það var gott, það er 2-2, sjáum næsta. FM, góðan daginn. Það er auðvitað Eddi, hann er náttúrulega frábær. Takk fyrir það. En hvað hétt lagið hans þetta? Don't cry. Já, það var í andlita það, Bjössi. Takk hjá það. Ég var bara gáð hvort þú væri bara og takk fyrir að ringja, þú ert snillingur. Ok, bye. 3-2, FM, góðan daginn. Daginn, ég ætla að kjósa Bjössa. Bjössi, Vitni Hjústan, 3-3, það er spenni í þessu maður. Hvaðan ertu að ringja? Þorlákshöfn. Þorlákshöfn? Já. Þú voru að skila kveðju þangað? Ekki máli. Ég skila ást og Þorlákshöfn. Já, er gaman að búa þar? Já. Já, sorry. Er þið með bíó? Við erum ekki með bíó því miður. Það er ekkert einhver mælikvarði á hvort sé gaman, hvort sé bíó. Nei, það er margt annað gott á Þorlákshöfn. Við erum bara komið ágætt bíó á Sauðárkróki. Ég ætla bara að segja hvort það verður komið eitthvað gott bíó á Þorlákshöfn. Já, það er margt annað gott í gangi þannig, sko. Já, auðvitað. En þú voru að skila kveðju, takk fyrir að ringja. Já, ok, bye. 3-3, það er spenna. Uppi hvað er þetta? 3-3, þetta er uppi 5. FM. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvort er það Don't Cry eða? Já. Nei, hvað er að gera? Þarna þekki ég þig. Já, takk. Takk fyrir. Takk fyrir að ringja. Já, takk. 4-3, ég verða að fá þetta atkvæði, annars er ég dottin út úr þessu FM. Já, það... Halló. Já, það er Guns N' Roses frá allan peningin. Sjálfsög, það er 4-4 úrslit atkvæðið, maður. Takk fyrir þetta, vinnur. Já, takk. Ok, þá er það bara... Þú náttúrulega svarar í síman, ég verð að fá þetta atkvæði, annars er leikurinn búinn. Hvaða atkvæði ætlar þú að gefa? Nú spyr ég, kæri hlustandi, hver vann í dag? Björn Bragi. Nei! Þetta er maður með stórt hjarta sem er ringillin. Ég held, ertu ekki Guns N' Roses aðdáandi? Hata Guns N' Roses. Nei, ekki segja þetta, ég valdi vitlaus að línu. Þú valdi svona rétt að línu. Jæja, takk samt að ringja. Takk fyrir mig. Ok, Bjössi hafði vinningin í dag, það er gamla góða reglan. Hvað hefðu þú kosið? Ég kosið Don't Cry. Ég valdi vitlaus að línu, maður. Takk samt að ringja. Ok, bye. Ég vil fá að tala eins núna. Nei, hvað? Þakka mömmu fyrir það? Já, ég vil þakka mömmu fyrir að fara með mig á Bodyguard árið 1993 og kynna mig fyrir þessari frábæru mynd og kynna mig fyrir Whitney Houston. Og takk fyrir að fæða þetta skrýmsli í heiminn. Takk fyrir að fæða þetta skrýmsli, mamma og pabbi. Ég vil þakka Dolly Parton fyrir að gera þetta lag vinsælt uppalega og síðan Whitney Houston fyrir að taka lagið og náttúrulega fyrst og fremst takk allir sem hringdu og kusuð. Ég hefði getið gert þetta án ykkar, þetta er fyrir ykkur og bara, hey, eins og Whitney segir, I will always love you. Ói, mér langar að æla. FM 957 kynnir. Nú er sumarið að baki og að því tilefni ætlar FM 957 í skemmtilegt Instagram haustátak með hlustendum sínum. Málið er einfalt. Þú tekur mynd af þér í ræktinni og hashtaggar hana með haust í haust. Alla virkadaga næstu 2 vikurnar munum við draga út myndir mertar haust í haust og gefa hlustendum gjafir frá samstarfsaðilum FM 957. Þú getur unnið Subway máltíðir, Reebok íþróttafatnað frá G&P Faxafenni, heilan mánuð í fjarþjálfun frá fjarþjálfun.is, gjafakort frá fiskversluninni Hafinu, Hlíðasmára og Spönginni og fæðubótaefni frá sportlíf.is í Glæsibæ eða Holtagörðum. FM 957, haust í haust. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð, á FM 957. Öddi Blöð og Björn Bragi í FM 95 Blöð. Hér á Ödda og Bjössa í FM 95 Blöð og Bjössi til hamingju með sigurinn í flótulega-keppninni. I will always love you vann 5-4. Já, takk fyrir það. Þetta var reyndislegt. Don't cry, ég held ég var mjög örgan sigur þar. Já. En þú grést samt ekki. Nei, það er ekkert að fara að grenja. Búin að vaksa upp úr því. Þú ert líka bara svo flottur strákur. Vaksa upp úr því að grenja þriðtapa. Þú þarft ekkert að fara að gráta. Hérna... Þú ert stór og sterkur. En þú ert með einhverja fréttandokkur sem er búin að vera í fjölmiðlum síðustu daga. Já, frétt sem er mjög hugleikinn, þessi frétt. Ég ætla að finna þessi það. Það er svo margt steikt að það, þannig er ekki nokkur átt. Hérna, það er sem sagt, það er frétt af konu í Pólandi sem að er 21 árs, hún heitir Anja Lisewska en hún ætlar á næstunni að ferðast á milli borga heimsins og reyna að stunda kynlíf með 100.000 karlmönnum og fær hver og einn 20 mínútur með henni. Í samtali við Austrian Times segist hún vera mjög spennt fyrir verkefninu og segir: ég vil fá karlmenn frá Pólandi, Evrópu og í raun öllum heimshornum. Ég elska kynlíf, skemmtun og karlmenn. Í Pólandi er kynlíf ennþá ákveðið tabú og allir sem vilja uppfylla sína viltustu kynlífsdrauma eru álitnir geðveikir eða lauslátir. Alveg hversu
hversu svona sönn þessi fullyrðing en svo segir að hún á kærasta og það að steikta í þessu öllu saman. Þrátt fyrir það hún þegar búin að sofa á 284 kallmönnum og því eru aðeins 99.716 eftir. Þetta örugglega frábær gaur sem hún með. Myndir ekki halda það? Hann segir í viðtalið sko að þetta áhugamál hennar fari í taugarnar á honum. Já, ég sagði það. Já, ég var ekki með hérna... Hann bara ekkert við því að gera, sagði hann. Jú, hætta með henni kannski. Svona til að byrja með. Það eitt sem hægt að gera. En þetta real love. Já, þetta sko, öllu kannist lefti. Þessi kona, hún ekki veik bara? Hvernig það? Ég að fara fram á mér hérna? Ég veit ekki. Ég ætla að fara að ferðast Evrópu til að sofa í 100.000 kallmönnum. Ég að hugsa svo margt, en ég þori ekki að segja neitt að því að við erum á FM 957 og klukkan bara 20:06 dag. Já. Það börn að hlusta. Já, þetta. Ég meina þetta er ekkert heilbreytt við þessa frétt allavega, það er nokkuð ljóst. Af hverju ekki? Má hún ekki hafa sér markmið? Já, nei. Þú veist, hver ert þú að dæma hana? Ég er ekki að dæma hana, ég er að spyrja hvort það sé ekki eitthvað rangt við þetta. Ég er ekki að dæma. Það er bannað að dæma. Já. En ég er að spyrja þig, hvað þér finnst þetta alltaf? Veist, hvað mér finnst? Já. Hvort ég myndi gera þetta sjálfur? Nei. Svarið nei. Ég ætla að vona það. En þér finnst ekki það ef þetta er áhugamál hennar? Hérna eru myndir af henni líka á Google. Já, ég hef búin að sjá einhverja myndir af henni. Já, þetta er svona einhverja, já, ok. Já, hún er warhress þessi. Já. Ok, hérna... Hress frá Pólandi. Þetta er náttúrulega mjög skrítið, sko. Þetta er öðruvísi. Ég viðurkenni það. Ég ætla bara að vona að hún noti smokk. Já, það ætla ég og bara... Við skulum bara sleppa að ræða þetta. Það er eitthvað rangt. Þú vildir ræða þetta. Þú sagðir þeir mætti hérna í dag. Það er eitt topic sem ég vil koma fyrir þetta í dag. Já, þú verður að segja þetta. Allt annað skiptir engum máli. Það er eitt topic og það er pólska kona sem ætlar að sofa 100 manns. Hvað sagði hún héti? Anja Lisevska. Anja Lisevska, já. Hún er samt, ég er að sjá eitt. Hún er á Facebook. Það er svona like-síð á Facebook. Okay, það er 50.000 búin að like hana og ef þeir sofa allir hjá henni þá vantar hana samt ennþá 50.000. Já, þetta er, við skulum bara sleppa að ræða þessu konu. Fáum hér áfram Cozy tónlist. Þetta er uppáhaldslægið mitt með King Frikador. Það heitir Leiðarlokk og hann er að spila í Keflavík á föstudaginn. Fyrir hérna meðan við tökum sjómlega saman félagarnir. Þetta lag er verulega flott. Glaðasti sjómli í heimi. Og öllu slíku því finnst mér þú ekki vera sjálfur. Ég sagði hann mínum að þetta er hans flottasta lag, virkilega flott lag hjá Frikka. Lastanlegt, ég myndi segja að sjómli væri flottasta lagi hans, eitthvað rangt við það. En Björn Bragi þurfti að hoppa og pissa. Hérna kemur hann hlaupandi. Við höfum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim og að þessu sinni er ég ekki með eitthvað svona gamalt grönnslag. Það er ekki Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers eða eitthvað þannig. Nei, ekki Whitney heldur, en söngkona. Og þetta lag er ekkert það gamalt, sko. Ok. En ég ákvað að hafa það því að svona þegar kemur að rólum og flottum lögum þá held ég að þetta sé yfirburðalag svona síðustu 5 ár, 5-10 jafnvel. Já. Hvaða lag heldur þú sé að tala um? Þetta er með söngkonu sem er gríðarlega vinsæl í dag. Já. Og þetta lag gerði allt vittlust á sínu tíma. Er þetta Beyoncé? Nei, var... Rihanna? Nei, var gríðarlega vinsælt fyrir ekki svo lengur síðan. Er þetta ekki svona ofur... Þetta er ofurballa með bara söngkonu sem að... Hversu frægur hún? Já, hún... Leif mér að giska á þetta áður hún spilaði það. Já. Er hún bandarísk? Nei. Er hún bresk? Já. Ok. Ég held að sé flesti búin að fatta þetta núna, sko. Nei. Jú. Er þetta Amy Winehouse? Nei. Er þetta... Hver er stærsta breska söngkona heims í dag? Er þetta eitthvað rugglaður, eða? Breska söngkona? Já. Þetta er svona eitt vinsælasta rólega lag sem... Mér aðra vísbendingu. Ok, hún söng þetta á Brit-hátíðin og var allt vittlust. Já, er þetta Adele? Já, talin flottasti flutningu bara sem sést yfir. Svo vittlust maður. Við skulum fá lagið að leiðinni. Þú veist, er þetta ekki bara, þetta er glænýtt lag, sko? Someone Like You? Já. Nei, þetta er orðið 3 ára eða 4. Já. Hún er nú engin Queen Bee samt. Adele er orðin eins og allra stærsta í bransanum, eða ekki? Nei. Hæ? Er ekki sammála því? Þetta er tiltölulega óþekkt. Adele? Já. Næ, nú veit ég að þú ert að reyna bara að móka skítina bakina þér. En lagið á leiðinni heim er eins og ég sagði, Someone Like You með Adele. Og með þessu fallega lagi kveðju við Björn Bragi í dag. Má ég segja eina staðreynd? Gaman að fá þig aftur, Björsi. Hvað staðreynd? Upplýsa heimsku mína. Adele er sko með 6 miljón fleiri followers á Twitter heldur en Beyoncé.
Hún vinsæll á Twitter. Sko, hún eins og allra stærsta í dag, Adele. Og já, eins og ég segi, gaman að fá þig aftur. Takk fyrir daginn. Takk sömuleiðis. Takk kærlega fyrir hlustunina. Í dag, kæru hlustendur, við Sveppi verðum mættir hér á morgun klukkan 4. En Rikki G tekur við á okkur Bjössa núna klukkan 6 og verðum með okkur til 9. En eins og áður við komið fram lagið á leiðinni heim á þessum cozy mánudegi. Adele, Someone Like You. Og ég held að sé rosalega margir að núti sem tengja við þetta lag. En það var það gríðalega vinsælt. Já, það er fallegt. Já, það er eitthvað í textanum þarna sem maður kannast við. Meistaradeildin hefst á Stöð 2 Sport í september. Messi að skora, sýningin heldur áfram. Messi, Neymar, Ronaldo, Van Persie og okkar maður, Kolbeinn Sigþórsson, leika listir sínar í sterkustu deild í heimi. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Viltu halda skemmtilegt barnaafmæli og slá í gegn? Í skemmtigarðinum Smáralind bjóðum við fjölbreytta afmælispakka. 7D, klessubílar, lasertag, sleggjan og klifurkastali. Pítsur og Pepsi fylgja öllum afmælispökkunum okkar og afmælisbarnið fær gjöf í garðinn. Skemmtigarðurinn Smáralind. Skemmtun fyrir alla afmæliskrakka. Skólaföt. Next Kringlunni. Ekki vera með hlóður rétt niður þig. Ríðu þitt í gang. Sporthúsið. Heilsurækt fyrir alla. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka.